Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín sjónvarps vikufrétta. Í sultu blíðu hér suður með sjó. Já, hvað eru mörg S í því? En það ekki stóra máli, hvað í þætti vikunar? Í honum hittum við eina fremstu íþróttakonu Íslands, Söru Sigmundsdóttur. Hún fræg fyrir afrek sín í CrossFit. Við hittum hana og ræddum við hana ferilinn og æfingarnar. Hún æfir meðal annars 17 sinnum í viku. Það alveg ótrúlega magna. En hún núna farin til Bandaríkjanna, en við heyrðum í henni rétt áður en hún fór. Við kíkjum í Fjölsmiðjuna, sem svona góði hirðirinn okkar á Suðurnesjum, en þar unni ansið merkilegt starf. Síðan hittum við hinn stórskemmtilega Jón Jónsson, sem að halda tónleika á Suðurnesjum. Við fórum með honum í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Já, það var fjör þar. Byrja að spyrja Kaliforníu framöndan. Þú ert að fara að yfirgefa okkur hérna í einhvern tíma. Hvernig... Yfirgefa kuldann. Já. Hvernig líst þér á Kaliforníu og af hverju ertu að fara þangað? Sko, systir mömmu býr í Kaliforníu, þannig að þetta búið að vera svona lúmskur draumur í nokkur ár. Þegar áður en ég byrjaði CrossFit ætlaði ég alltaf í skóla út. Þannig að núna fer ég bara út að keppa eða æfa, þetta sagt. Og hérna, ég var að keppa í Dubai núna í byrjun desember og var að æfa í hitanum þar í 3 vikur og ég hugsaði bara, vá, það svo miklu auðveldara að komast í betra form í þessum hita og sérstaklega vera að æfa í aðstöðunni sem ég að keppa síðan í staðan fyrir að þurfa að aðlagast mánuði fyrir mót. Þannig ég hugsaði bara, ég tapa ekkert á því að prófa bara að flytja út. Ef við förum bara svona aftur að byrjuninni, þú ekki reynslubolti í sportinu, þú komin í fremstu röðu. Hvað það svona sem dróði að CrossFitinu einhvern veginn og af hverju finnst þér svona gaman í CrossFit? Sko, ég var lítil og löt, ég get sagt það. Æfði enga íþrótt af því ég fann mig í neinu. Og hérna, svo byrjaði ég að æfa sem sagt þegar ég 17 ára. Besta vinkona mín eignaðist kærasta. Ég hafði ekkert betra að gera, þannig að ég ákvað bara ég þarf að byrja að hreyfa mig granna svo ég geti eignast kærasta. Og allt í einu kemst ég bara að því að ég sé eina stelpa sem gat gert arbegur á tánum í bootcamp-námskeiði sem ég tók þátt í og ég man ekki hvað það tók mig langan tíma að skrá mig af því ég þorði aldrei að mæta. Og ég var alltaf eina af þeim sem fór bara í ræktina og gerði eiginlega ekkert en fór samt í ræktina. Þannig ég ákvað síðan bara að taka skrefið, fara í bootcamp-námskeið og sá bara að ég var alltaf einu góð í einhverju. Þá alltaf einu kom bara metnaðurinn bara, ok, eftir 5 vikur þá ætla ég að reyna að gera 20 arbegur á tánum. Svo plataði mig einhverja keppni og ég keppti í CrossFit-keppni án þess að vita hvað CrossFit væri. YouTubeaði bara æfingarnar og æfði mig og lendi síðan í öðru sæti eftir Katrínu Tönju. Og þá náttúrulega kom þvílíkur áhugi, bara vá, stelpa sem hefur komist að heimsleikana. Ég lendi í öðru sæti eftir henni, alveg bara með að geggjað. En ég myndi segja að CrossFit sé öðruvísi en aðrar íþróttir með það að gera við fáum aldrei að vita æfingarnar á heimsleikum til dæmis. Þetta á að vera erfitt mentally og líka erfitt fyrir líkamann. Þannig að það er svona eins og þeir sem að æfa segjum bara sund eða eitthvað. Þeir eru með ákveðin tíma sem þeir að stefna á hverju einasta móti. Á meðan við þurfum að mæta í CrossFitið eins og í fyrra þá fengum við ekkert að vita ef við erum að byrja á miðvikudegi. Allt einu bara já, þegar þið mæti klukkan 4 á hótelið og þá mættum við 4 á hótelið þá bara já, við þurfum að fara í flug. Og við fengum ekkert að vita neitt, veist. Það er svona, þetta er sem er skemmtilegt við CrossFit, að það er alltaf að vera að koma manni óvart, það er alltaf að vera meira krefjandi. Þú ert búin að fara á 2 heimsleika, þú lært ýmislegt af þeim. Hver ertu búin að breyta, til dæmis eftir fyrstu leikana og svo aðra í þínum æfingum? Sko, það sem ég hef klikkað svolítið á núna síðustu 2 árin er að toppa mig á vitlausum tíma. Og ég hef lagt áherslu á að reyna að vinna allt sem ég tek þátt í. Þannig að eins og Open í fyrra, þá var ég kannski að taka æfingarnar 2-3. Þegar ég gæti alveg tekið hana bara einu sinni og lent á bara í aðeins vera sæti.
og Open í rauninni skiptir engu máli. Open bara undakefni fyrir Evrópuleikana. Þannig að ég að fara með hugafæri núna að bara komast á heimsleikana og toppa mig á heimsleikunum. Hvað drífið þið áfram í þessu? Er það alltaf heimsleikanir eða? Já, það bara hugsa heimsleikana. Leið og mig vantar eitthvað svona motivation, þá hugsa ég bara ok, hvað eru hinnar að gera? Eru þær núna að slaka á? Nei, þá ert þú ekki heldur að fara að slaka á. Það eiginlega bara það sem að drífa mann svolítið áfram og líka bara sjá bætingar hjá manni. Prófa að skoða kannski, ok, ég ætla aðeins að skoða keppnina þegar ég keppti 2014. Þá sé ég bara, vá, ég búin að bæta mig svona mikið, ég ætla að halda þessu áfram. Nú getur maður ekki sleppt í að minnast á, þú hefur verið í kjörstöðu til þess að klára heimsleikana. Síðasti dagurinn hann, hvort það var 2015, pegboardið og þetta, skilur. Hvernig getur þú lýst í einhvern veginn eftir þegar pegboardið þá, ok, þá ertu í einhver ákveðni stöðu, fæstar geta klárað og svona, en eftir það verður bara, maður getur ekki kallað annað heldur bara hálfgerð meltdown. Já, það klikkaði bara eitthvað í hausnum. Ég reyndi í þessar, ég man ekki hvað timecapið var, 6 mínútur eða hvað sem það var, að klifra upp inn á vegg. Eyddi allir orkunum minni í það að ég vildi ná einum. Hérna algjör klaufi, ég fæ gat á hausinn á meðan ég að gera það, verð bara pirruð og svo vissi ég að næsta æfing væri mín æfing. Það þessar handstand push-up og svo fer ég þær og klikka á fyrstu, klikka á númer 2, klikka á númer 3. Allt í einu bara gafst ég bara upp. Hvað gerist þú klikkar á þessu, æfing sem átt að fara létt með? Líkaminn bara, þú veist, það bara hausinn, allt í einu hættir bara trúið og getur hlutinn og ferðilega bara brjótaði niður á meðan og ert að gera æfinguna. Ég man, það sem ég var að hugsa á meðan ég var að gera þessa handstand push-up var bara af hverju ættir þú að vinna fyrstu heimsleikana sem þú ferð á? Það var alltaf stór draumur, þú veist. Þetta skiptir ekki máli lengur, þú ert búin að tapa þessu, þú veist. Þetta það sem ég að hugsa í miðju voddi, þetta bara eitthvað sem ég hef þurft að vinna mjög mikið í þetta árið núna, sem ég hef verið að gera. Hvernig hefur unnið þessu? Hvernig vinnur í andlega þættinum? Hefur leitað sálfræði aðstoðar? Já, ég er búin að vera núna hjá íþróttasálfræðing og búin að vera að gera alls konar æfingar sem er mjög erfitt. Það ekkert mál að æfa en æfa andlega hliðina miklu erfiðara. Hversu stór hluti andlega hlið? Ég myndi segja andlega hliðin stjórnar eiginlega líkamlega hlutanum þannig að hún svona 80%. Þannig náttúrulega topp íþróttamenn, allir í topp líkamlegu formi, þannig að kannski skilur á milli hver sterkastur í hausnum. Nákvæmlega, það bara þannig. Það verður ekki vandamál núna í ár. Hvernig fyrir þessi stórmót, núna bara 1-2 dögum fyrir heimsleika, hvernig þetta undirbúa sig, hvernig þetta að loka metrónum, mikið spenna væntanlega? Það mjög mikil spenna. Ég fann það núna í ára, ég var eiginlega bara svona dauð. 2 dögum fyrir, bara, mér langaði ekki að tala við neitt, ég misti matarlyst, ég var ógeðslega stressuð. Ég held að hafi líka bara verið, ég sem sagt, eftir 2015 viðurkenndi ég ekki hversu mikil áhrif það hafði á andlegu hliðina mína. Og svo fann ég bara 2016 hvað það hafði ennþá mikil áhrif á mig að hafa klúðrað þessu og fór bara að hugsa það þegar ég var að fara að keppa. Í staðinn fyrir að einbeita mér að bara því sem ég var að gera núna, þá fór ég að hugsa tilbaka. Og ég man bara, 2 dögum fyrir, þetta var erfiðustu dagar í lífinu líka, tíminn var bara stopp og endalaust bið bara. Hvernig kannski fyrir síðasta daginn þú ert upp á hóteli eða eitthvað að ná að útiloka og hvað gerur þú? Það sem ég gerði núna í ár var að ég fór alltaf í nudd eftir hvern einasta dag og var að reyna að slaka á í nuddinu og reyna ekki að hugsa þetta en ég svona með öðruvísi tækni núna hvað ég ætla að gera eftir hvern dag. Í fyrra var ég eiginlega bara að skoða leaderboardið, fór að hugsa öll mistökin sem ég var að gera fyrir daginn. Ég gerði þetta svo rangt núna í ár. Ég búin að læra mjög mikið af því, þannig að núna í ár mun ég eiginlega fókusera bara á hvert einasta vod í staðan fyrir að hugsa eitt vod í einu í staðan fyrir að hugsa alla keppnina. Taka mér 5 mínútur eftir hvert vod til að hugsa það. Ef ég klikkaði þá fæ ég þessar 5 mínútur til að rakka mig niður og svo bara keep on moving. Samfélagsmiðlanir, þú lentir aðeins í því daginn, einhver var þykjast vera þú á Facebook. Já. Hvernig brástu við því? Herri, þetta var mjög skrítið. Það var einn stelpa búin að sýna mér þessa síðu, einhvern tímann bara á æfingu og ég held þetta bara einhver aðdáandi, þetta bara svolítið krúttlegt. Og
Svo fæ ég bara message á Facebook að einhver hafi reynt að kaupa þetta prógram, en prógram hafi ekki virkað. Þannig að ég alveg, keypt prógram sem ég hafði átt að gera, alveg, ég er ekki að selja neitt prógram, sko. Þá fer ég að skoða þetta og þá er ég bara að skoða þessi síðu, þá er þessi manneski búin að posta að ég sé live. Ég veit ekki alveg hvernig hún fer að því, alveg Sara Sigmunds is live now og þá er ég bara kannski að æfa eitthvað og ég veit ekki hvort það hafi virkað hjá henni eða ekki. Við erum með eitthvað upptöku bara. Ég veit ekki alveg hvernig þetta var. Já. Og svo byrjar hún að selja eitthvað prógram undir mínu nafni og alveg, það er afsláttur núna, takk allir fyrir að kaupa þetta prógram og þá náttúrulega, mér langar ekki að það sé verið að nota nafnið mitt á svindla á einhverjum, sko. Og hvernig, er þetta ekki svolítið sjokkrandi, þú veist að... Jú, þetta er eiginlega bara svona, ok, nú svona átti sig á því alveg, ok, maður er kannski smá frægur. Já. Þú fær kannski svolítið frið hérna á Íslandi, gerir ég ráð fyrir, en úti þá ertu alveg svona þekkt út úr götu og... Já, ég fór til Hawaii eftir heimstingana núna. Það var bara í hvert einasta skipti sem ég fór í einhverju búð eða eitthvað, þá var bara dóttir, Sigmundsdóttir, já. Oh, I was watching you on Netflix. Það er svona eftir að Fittest on Earth myndin kom á Netflix, þá svona stækkaði nafnið aðeins. Þannig að þetta er ennþá svolítið skrítið fyrir mig, sko, ég get alveg viðurkennt það. Maður hefur alveg fengið skrítna pósta, ég get alveg viðurkennt það. Ég fékk einu sinni frá einhverjum 15 ára strák bara, hei, hvað tekur í bekk? Ég veit að ég tek meira en þú. Og ég hugsaði bara, já, ok, flott hjá þér. Já, hvað tekur í bekk? Alveg, CrossFit snýst ekki alveg um það hvað ég tek mikið í bekk, þannig að ég hef ekki hugmyndið það, þú veist. Þetta er bara svona, fólk er bara að senda mér eitthvað random. En þú svarar þessu strákana? Já, sjálfsögðu, ég reyni að svara flestum. Nema ég fá eitthvað dónalegt, þá er ég ekki að svara því. Nei, og hefur lent í því? Ég hef alveg lent í því, já. Það er of mikið verið að spá í útliti ykkar, kvennana sérstaklega í crossfitinu. Hvernig finnst þið það? Finnst þér of mikið fókus kannski verið að lagður í það? Sko, það sem er munurinn við crossfit og við bara segjum bodybuilding eða fitness eða eitthvað þannig. Það er bara, mér langaði aldrei að verða svona mössið, en því miður ef ég geri allar þessar æfingar í crossfit þá bara koma vöðvanir ósjálfrátt. Og það er eiginlega mesta sjokki við að vera í crossfit og vera stelpa. Það er bara, ég bjóst aldrei við því að geta orðið svona ótrúlega mössið. Og er það eitthvað sem þú þurftir að svona sætta þig við? Já, ég get alveg viðurkennt það. Mér fannst alveg mjög erfitt að vera með vinkonum mínum sem eru ekki að lyfta og þurfa allt inn að taka large jakka. Eða svona, það sem maður er stelpa og maður pælir rosalega mikið í sig, þá maður þarf alveg að sætta sig við það. Og hefur fengið ykkur skot og svona? Já, maður fær alltaf skot, en það er bara, fólk er alltaf að meina það vel. En stundum, ef það er sagt við mig bara, vá, ég valdi sér hvern mann jafn massaðan. Maður svona, þá hefur örugglega ekki séð vaxtarækt. Eða svona, fólk kemur með stundum svolítið særandi komment en er ekki að meina það. Sko, ímyndin mín á hvernmenn hefur alveg breyst helling eftir að ég byrjaði í CrossFit. Mér fannst ótrúlega flott að vera bara ekki með neina vöðva og vera ógeðslega grönn. Bara svona típisk hlaupakona eiginlega, hægt að segja það, en núna finnst mér ótrúlega flott að stelpur eru með vöðva og þegar ég veit að stelpur eru hraustar, finnst það svona að vera meira heitlandi heldur en útlitið sjálft. Og þú sér það bara á flestum CrossFit stelpum, maður sér alltaf hver er crossfitari og hver er ekki crossfitari á stelpum. Það eru aðeins massari. Og ertu búin að sætta þig við eigin líkama? Ég er eiginlega bara þakklátt fyrir að hvernig líkama minn er, því annars væri ég ekki komin svona langt. Hversu mikið hattar þú að tapa? Ég er að læra að tapa núna. Mér finnst mjög erfitt að tapa. En það fylgir ég bara að vera, það fylgir ég bara að vinna, það er að kunna tapa líka. Conor McGregor er eiginlega, ég hataði hann eiginlega því hann er svo kokki og svona, svo sá ég hann þegar hann tapaði í fyrsta skipti og þá eiginlega kunni ég að meta hversu góður íþróttamaður hann er. Hversu stór sálfræðiparturinn er sem hann notar, þannig að ég er að læra að tapa. En ætlar að vinna. Já, maður stefnir alltaf í að vinna samt. Ertu jafn svona, hvað maður segja, ákveðin í því að vinna núna eða horfir á þetta svolítið öðru sem núna þessa heimsleika sem þú ert að fara í? Já, ég horfi á þessa heimsleika svolítið öðru sem sem að ég er svona, ég hef alltaf hugsað bara að vinna og mættu æfingar bara til að vinna heimsleikana. En núna er ég svona meira, ok, þetta er 5 ára gluggi og ég er aldrei að njóta
þess að æfa eða, af hverju byrjaði ég í CrossFit? Af því mér fannst þetta ógeðslega gaman. Og svo allt síðust ár fór bara í það, bara að æfa fyrir heimsleikana til þess að vinna heimsleikana. Í staðinn fyrir þess að njóta þess hvað ég væri að gera, sjá bætingar og sjá líka bara svona, það ekki titlanir sem að þú hugsar eftir 5 ár, heldur það journey sjálf. Þannig að ég hugsaði svona, ok, ég þarf kannski að fara að njóta mín aðeins betur á meðan ég get verið í þessu. 5 ára gluggi, hvað þýðir það? Ég ætla að gefa mér 5 ár í svona miklar æfingar og að stefna að heimsleikum. Svo ætla ég að vera í skóla eftir það. Þú ert eitthvað byrjuð í skóla? Nei, ég var í skóla en ég gafst eiginlega bara upp. Þetta lokaprófin voru alltaf svipum tíma, Evrópuleikarnir og það var bara mjög erfitt að blanda þessu saman. Og þá varstu í sálfræði? Já. Og ég ætla að halda á... Er það út af crossfitinu eitthvað sem langar að... Nei, mér er alltaf langað að fara í sálfræði. Mér er alltaf langað að vinna við að hjálpa fólki. Og ég er ekki mjög góð með blóð eða eitthvað þannig að ég ætla að hjálpa fólki á andlegu hliðinni frekar. Suðurnesjafyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Airport Associates, Fríhöfnin, UPS, Royal Iceland, HS Veitur, Bláa Lónið, Blue Car Rental, Isavia, Áfangar EHF, Skinnfiskur, SI Raflagnir, K&G EHF. Sæll Orri. Blessaður. Hvað segirðu, hvað má finna hérna á þessu markaði? Er þetta allt á milli heimis og jarðar í rauninni? Já, eiginlega. Við sem sagt tökum á móti öllu sem á okkur berst, húsmunum og öðru slíku, húsgögnum. Við getum sagt eiginlega allt nema fatnað og skó og svona það sem er svona úr vefnaði, eins og rúmföt og eitthvað slíkt. Það fyrir allt, Rauði krossinn sér alveg það. En við erum með svona eiginlega bara allt annað sem að hugurinn girnist og líka bara það sem fólk sendur okkur því við fáum allt gefins. Og það er bara hvað fólk er að láta okkur fá. Hér má finna hérna ótrúlegustu muni oft á tíðum. Hvaða fólk er að koma hérna til ykkar að versla og hvað er fólk kannski sækjast í? Sko, þetta er nú svona, getum sagt svona nokkri markhópar. Annars vegar það svona safnarar, það er fólk sem hefur svona ástríðu fyrir einhverjum ákveðnum munum. Það situr alveg þetta fylgist með Facebook síðunni og er að ná sér í einhver ákveðna antikmuni eða einhverja merkjavöru. Og það við höfum svona góða kunningjar sem komum bara daglega. Svo það þeir sem eiga að hafa kannski að minna milli handana og þeir komur að leita sér að bara sinni nauðsynja vöru, rúmum eða húsgögnum í eldhús eða stofu eða eitthvað slíkt. Og svo það bara hinn almenni borgari sem er að koma með vörur og hingað inn og tekur með sér heim eitthvað sem sér að vantar. Svo rosa gaman að fylgjast með þeim sem sjá allt í einhverja kaffikönnu eða eitthvað slíkt sem var til heimi á þeim og verða að eignast því. Þetta einhverja minningar tengda við þetta, eða útvarstæki eða eitthvað slíkt. Hvernig koma þessi hlutir? Hvernig rata til ykkar? Sko, það með þeim hætti að fólk getur komið með til okkar bara hér á opnunartíma. Mjög margir gera það. Síðan erum við nytjagám í Kölku sem við sækjum í tæmum á hverjum degi. Og svo erum við með sendibíl. Hér gengur sendibíl allan daga til að ná í vöru til fólks og við keyrum líka heim. Þannig að þetta eru leiðirnar. En við fáum líka töluvert þegar við tökum stundum á okkur svona búslóðaflutninga og þá alltaf eitthvað sem býður okkar af þeim vettvangi þar sem við fáum til okkar. Nú eins og þú segir, hér allt nánast á milli heimis og jarðar. Hafa ekki ratað hérna inn einhverjir demantar? Jú, elsku minn góða. Það hafa komið hérna inn fullt af svona merkivöru sem kannski, í fjölskyldunni starfa fólk sem er sent til okkar frá Vinnumálastofnun og frá félagsþjónustu bæjanna. Og þetta þeirra svona atvinnu uppbygging, þetta atvinnusetur og þannig að þau eru að vinna við vöruna, hreinsa, verðmerkja og flokka. Og þau ber ekki alltaf skynbragð á kannski eitthvað merki sem að fólki finnst vera merkilegt.
Og ég man eftir sérstaklega einni konu sem fór hérna út með rosalega flottan Ítala-vasa sem hún hafði keypt á 150 krónur. Og þóttist vera mjög ánægð með það og var mjög ánægð með það. En þannig eru nýtimarkaðir. Þú átt að geta gert góð kaup. Ólíkt góða hirðinum, þá eru þið náttúrulega ekki einingu sem selja hérna húsgögn og koma því á réttan stað. Heldur eru þessi krakkar náttúrulega að finna sér góðan stað hérna. Já, það kannski það sem þetta snýst allt Það er það að þau komi hingað í virkni. Þeim vísað hérna af því að það eitthvað í þeirra lífi sem ekki virka. Og félagsþjónusturnar, bæði hér í Reykjanesbæ og Garðarsangeri og Vogum hafa staðið mjög þétt að baki okkur. Og við höfum mjög gott samstarf við þær og Vinnumálastofnun líka. Og þannig að krakkar sem lenda á þessum aldri á atvinnuleysisbótum, þeim vísað hingað oftast nær. Og þau eru hér bara í, sem sagt, sínu, þetta svona þeirra atvinnusetur, þau eru að taka fyrstu skrefin sem hver. Og við reynum að styrkja þetta til þess og ég í því að leita vinnu með þeim sem eru til þess bærir. Og það gott atvinnuástand núna og við höfum oft verið með svona frekar fáa krakka því þeir hafa útskrifast hratt. Þeir sem hafa komið til dæmis frá Vinnumálastofnun eru bara tilbúin að halda áfram leið að vinna gefst. En það sem skiptir öllu máli það að við komum þeim út úr þeirri óvirkni sem hafa verið í virkni, í nám. Og það eru núna 3 sem eru í Fjölbraut með vinnunni hér, koma bara á milli tíma. Og ég hef svona umsjón með því að fylgjast með töflunni þeirra á hvort sem mætt og annað slíkt. Og við erum líka því hlutverki að eins og segja, leita vinnu og skoða svona hvernig þeirra líf utan þess sem bara hér. Og finna þeirra til dæmis áhuga hvöt og þá höfum við verið í sambandi við MSS sem dæmi, námsráðgjafana þar. Og þau hafa farið þar í raunfærni mat og verið á mjög skemmtileg verkefni sem heitir Gól. Þannig að við erum vel tengd við það. Eru dæmið þess að krakkar sem hafa komið hingað hafa fundið sinn farveg og vegnað vel? Já, tvímælalaust. Það bara sem dæmi, það útskrifaðist einn frá okkur úr menntastofu núna fyrir jólin. Ein í háskólanámi, hún var í algjöru kyrrstöðu með sitt líf og Vinnumálastofnun greip inn í og hjálpaði henni á stað gegnum okkur. Og hún lauk námi og fór í háskólanám. Og svo eru bara mjög margir sem hafa farið gegn hjá okkur, bara frá upphafi fjölsmiðjunar, sem hafa farið út á vinnumarkaðinn og að standa sig vel, hafa náð bara fótfestu í lífinu. Það oft bara það sem þarf bara detta í virkni, bara detti það að fara að fætur á mótnar og koma sér til vinnu og svo náttúrulega eru launin kannski ekki há hjá okkur, þau launin alltaf hvati líka til þess að halda áfram. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Já, það að koma góður gestur í Hljómahöllina, hann Jón Jónsson, knattspyrnumaður og tónlistarmaður og hann að kíkja til okkar og hann hefur komið hérna á og til undanfarin ár en við minnum sérstaklega tónleika sem hann lék á hérna árið 2013 og það var ungu peyja á Víkurhöllum sem talaði við hann og við ætlum að heimsækja hann núna hann í íslensku tíma, hann Páll Orri Jón. Ertu til að kíkja með okkur inn og hilsa upp á hann aftur? Hann spjallaði við í mjóróma 13 ára gammal. Já, hann eitthvað búinn að þroskast síðan eða eitthvað. Lítur að vera. Sæll Jón, hvernig fannst þér að spila hérna á Keflavík Music Festival? Já, það bara geggjað sko. En þú, ertu klár í slaginn á Suðurnesjum? Ég klár í slaginn sko. Já. Og klár í að fíblast aðeins í liðinni henni sko. Já, skulum kíkja aðeins á þinn, ok. Já, nú kíkjum við inn. En þið lásum ekki upp brotið. Afsakið innilega. Það er bara að syngja fyrir okkur. Já, ekkert mikið, góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að ganga þetta stofur, Jón Jónsson heiti ég. Það er nefnilega tónleikar á föstudaginn. Það gleði hérna skólameistaranum að kynna það og taka kannski svona bara lítið hljóðbrot. Ok. Gefðu allt sem þú átt. Já, þetta er svona svolítið. Búin að vera svolítið lengi í skólanum í dag. Ok, gefðu allt sem þú átt. Get some nervous is first. Það er særa svo. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðin nættu svo saman. Og gefðu allt sem þú átt. Nákvæmlega svo. Allt sem þú átt. Jón Jónsson, velkomin í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Já, þakka kærlega fyrir. Hér liður vel? Já, mjög vel. Ég hef nú komið nokkru sinni hérna og spilað
hann á þessu sviði. Já, það ekki? Dásamlegar stundir. Líka spila nokksunum hérna fyrir aftan okkur á fótboltavellinum. Já, það er reyndar rétt hjá þér. Þú kannt við því hérna? Já, ég kann mjög vel við mig hérna í Reykjanesinu. Hvað ertu að gera í FS? Núna, ég var að sækja þig, því þú ætlar að taka viðtalunni. Já, ok, þú varst ekki komið til að syngja. Nei, við varum bara að ljúga því. Ég var bara að náða því. Og hvað ertu að fara að gera hér? Ertu ekki að halda einhverju tónleika? Jú, það er tónleikar á föstudaginn, hljómaöll. Klukkan hvað? Það er klukkan 8. Uppselt, eða ertu komin hingað til þess að reyna að verða? Það gengur reynda mjög vel, en við þurfum að selja einhverja nokkra í viðbót, en ég kom nú hingað fyrst og fremst til þess að vera glaður og dreifa gleðinni, sko. Þú varst hérna líka í fyrra, eða ekki? Ég spilaði með hljómaöll í apríl í fyrra, ef ég man rétt, og það var trillt, ándjóks, sko. Það var alveg svona mjög eftirminnilegt gig, ég veit ekki af hverju, það var eitthvað gott atmó í gangi, sko. Við þökkum fyrir áhrifið, minnum við á aðra miðla víkufrétta, meðal annars blaðið okkur sem kemur út í hverri viku, skemmtilegt viðtal þar líka við Söru Sigmundsdóttur og flotta myndir. En það er margt fleira í gangi sem að fólk sér á vaff.is, nýjar fréttir alla daga þar og sömulegis á kylfingur.is. Það er búið að vera sultu blíða og kylfingarnir ætla að nýta sér það opið móti í Leirun helgina. Og við endum þáttinn með mögnuðum myndum sem við tókum með dróna á Hólmsvelli í Leiru núna í byrjun febrúar. Það er hreint magnað að sjá hvernig völlurinn lítur út hávetur. En við á Víkurhöfnum þökkum fyrir að þessu sinni. Sjáumst að viku liðinni. Verið sæl. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is